Verið velkonni í þáttinn. Í dag ætlum við að kafa ofan í mjög áhugavert mál, nýtt stjórnarfrumvarp sem gæti hreinlega umbylt raforkuviðskiptum hér á landi. Þetta við frumvarp sem núna liggur fyrir Alþingi og boðar talsverðar breytingar á raforkulögunum okkar. Og til að kryfja þetta þá styðjumst við frumvarpi sjálft, það er þingskjal 214, svo eru það gildandi raforkulög frá 2003 og líka upplýsingar sem við höfum frá fyrirtækinum tveimur sem núna þegar reka svona viðskiptavettvanga, Elma orkuviðskiptum og Vonarskarði. Markmiðið hjá okkur er að reyna að skilja þessar breytingar, hvað þær þýða í raun og veru fyrir markaðinn og kannski sérstaklega eins og við ætlum að leggja áherslu á hvaða áhrif þetta mun hafa og hvað fyrirtæki í orkugeiranum þurfa eiginlega að fara að gera til að bregðast við. Förum bara í þetta. Byrjum kannski aðeins á samhenginu. Ísland er jú tæknilega séð hluti af raforkumarkaði EES en við erum samt alveg einangruðar, engir sæstrengir og allt það. Hvað við eiginlega enginn þennan heildsölumarkaður okkar hingað til? Já, sögulega séð þá hafa þetta aðalega verið svona tvíhliða langtímasamningar. Þessi svokölluðu OTC-viðskipti. Það þýðir að stóri framleiðendur eins og til dæmis Landsvirkjun semja bara beint við stórnotendur eða þá sölufyrirtæki. Og Landsvirkjun hefur líka haft það hlutverk samkvæmt lögum að bjóða öllum sölufyrirtækjum eiginlega sama verðið til að reyna svona jafna samkeppnisstöðuna á smásölumarkaðunum. En það var samt einhver heimild í gömlu lögunum fyrir skipulegu markaði, var það ekki? Þetta hugtak raforkumarkaður, það var til. Jú, það er rétt. Lögin frá 2003, þau heimiluðu rekstur raforkumarkaðar. Hann var skilgreindur sem skipulegur markaður með raforku og það þurfti leyfi fyrir því. En það er samt tiltölulega stutt síðan, þetta fór að lifna við. Fyrstu leyfin, þau voru veitt í desember 2023, svo opnaði Vonarskarð sinn markað fyrir framvirkasamninga í apríl 2024 og Elma orkuviðskipti, sem er þarna dótturfélag Landsnets, þeir opnuðu næsta dagsmarkað núna í mars 2025 og Vonarskarð fylgdi víst og eftir með sinn næsta dagsmarkað svipaða leyti. Og hvaða pæling er á bakvið þessa þróun og svona nýja frumvörp núna? Hver er tilgangurinn? Já. Megin markmiðið, allavega eins og það er orðað í greinagerðinni með frumvarpinu, það er aukið gagnsæi. Aukið gagnsæi í verðmyndun á heildsölumarkaði, það er talið vera alveg grundvallar atriði fyrir að markaðurinn virki betur og þar leiðandi að raforkuöryggi aukist. Og kenningin er þá svo að ef heildsölumarkaðurinn verður skilvirkari og verðin samkeppnishæmari, þá ætti það að lokum að skila sér í hagstæðari verði til allar neytendar. Aldilega. Snúum okkur þá að frumvarpinu sjálfu. Það er sagt að það sæki fyrirmyndir til Evrópu, þessara remit og mar reglugerðar. Einmitt. Sem snúast heilleika og gagnsæja og orkumörkuðum og svo að koma í veg fyrir markaðssvik. En það er samt aðlagað íslenskum aðstöðum. Hver eru svona helstu breytingarnar sem fyrirtæki þurfa að vera alveg sérstaklega á varðbergi gagnvart? Framvirkurmarkaður, næstadagsmarkaður, innandagsmarkaður, þau fá núna mjög skýra merkingu í lögunum. Og hvaða skilgreiningar eru þá kannski mikilvægasta fyrir fyrirtækin sjálf að skilja? Hvað breytist mest þar? Það eru nokkra sem standa upp úr. Í fyrsta lagi verða þetta hugtak viðskiptavettvangur raforku. Það kemur í staðinn fyrir þetta svolítið óljósa raforkumarkaður. Viðskiptavettvangur er þá þessi skipuði staður þar sem kaup og sala fer fram eftir reglum vettvangsins sjálfs, eins og hjá Elma og Vonarskarði núna. Í öðru lagi þá er heildsölu orkuafurð skilgreind mjög vítt. Þetta næri við samningum kaup og sölu á rammagni, flutning á því, alls konar afleiði tengda rammagni og jafnvel samningum bara flutningsgetu. En það sem er mikilvægt hérna, almenni smásölusamningar eins og við erum með heim, þeir falla ekki hér undir, nema þú sért mjög stór notandi. Akkurat. Þannig að þetta afmarka betur hvað viðskipti falla undir þessar nýju og væntanlega strengra reglur. Nákvæmlega, og svo í þriðja lagi þá er skilgreiningin á markaðasíla víkkuð talsvert. Hún nær núna alveg skýrt yfir flutningsfyrirtækið, sem sagt Landsnet, og líka allar dreifiveitur þegar þau eru að kaupa rammagn, til dæmis til að mæta flutningstöpum eða þegar þær kaupa jöfnunarorku, ekki bara þegar viðskiptin eru í hagnaðarskinni. Og þetta þýðir í rauninni að mun fleiri aðilar og líka bara fleiri tegundir af viðskiptum falla núna undir lögin.
og aðlögunin hérna fyrir fyrirtækin, hún felst í því að þau verða að fara mjög nákvæmlega yfir sína starfsemi. Þau þurfa að átta sig á því hvaða hlutar hennar falla undir þessa nýju skilgreiningar og þar með undir nýjar skildur. Þetta er ekki lítið verkefni. Nei, ég skil. Förum þá að rekstrinum á þessum viðskiptavettvöngum. Þar verður líka breytingar á því hvernig leyfin eru veitt, er það ekki? Já, það breytist. Samkvæmt 4. grein frumvarpsins þá færist leyfisveitingavaldið frá ráðherra og yfir til raforkueftirlitsins. En það sem er kannski mikilvægara þá eru nýju og mun ítarlegri skilyrðin sem þessi rekstraraðilar þurfa að uppfylla til að fá að halda leyfinu. Þeir þurfa að geta sýnt fram á fjárhagslegan styrk, þekking á markaðnum, þeir þurfa að hafa verkferla fyrir áhættustýringu, komi veg fyrir óæsklega hagsmuna árekstra, tryggja að tæknikerfin séu öruggir í rekstri, að viðskiptin séu heiðarleg, uppgjöri skilvirt og svo varðar að alveg óháðir öðrum markaðsaðilum. Það er líka gerað krafa sérstaka vörslureikninga ef þeir taka við peningum fyrir aðra. Og hvaða þýðingu hefur þetta þá fyrir Elmu og Vonaskarð? Og kannski aðra sem getur vilja að koma inn á þennan markað seinna? Já. Áhrifin og aðlögunin er eiginlega augljóst, þetta eru bara miklu strangari kröfur en giltu áður. Elmu og Vonaskarð sem fengu sín upprunalegu leyfi frá ráðherra þurfa núna að sækja endurnýjun hjá raforkueftirlitinu fyrir 1. september 2026 og þá þurfa þau að sýna fram á þau uppfyllu öll þessi nýju ítarlegu skilyrði. Þetta mun pottþétt krefjast fjárfestingar í bæði kerfum og ferlum hjá þeim og leiðir óhjákvæmlega til aukins kostnaðar vegna sem kallast regluvarsla eða compliance. Já, skiljanlega. Nú erum við komin að því sem virðist vera svona kjarnin í þessu hellu saman. Þessar nýju reglur markashegðun, bann við innherjasvikum og markasmisnotkun. Þetta er tekið fyrir í alveg nýjum lagagreinum, 20. alveg upp í 20. jörta. Byrjum kannski á innherja upplýsingum. Hvað er það eiginlega í samhengi við raforkumarkaðinn? Já, samkvæmt 20. grein A þá eru þetta upplýsingar sem eru í fyrsta lagi nægjanlega kýlgreindar, í öðru lagi hafa þær ekki verið gerðar opinberar, í þriðja lagi varða þær þessar heilsulorkufarður sem við töluðum áðan, annarkvort beint eða óbeint, og svo í fjórða lagi þá eru þær þess eðlis að það er líklegt að þær hefðu marktæk áhrif á verð þessara afurða eða eru gerðar opinberar. Gætu við gefur okkur svona raunverulega dæmi, hvað gæti þetta verið? Já, frumvarpið nefnir sjálft nokkur dæmi. Það getur verið upplýsingar framleiðslugetu eða hvernig virkjanir eru nýttar eða stórir notkunarstaðar eða jafnvel flutningslínur. Einnig getur þetta verið upplýsingar að slíkur búnaður sé óvænt eða skipulega ótillættekilegur segjum vegna viðhalds eða bilunar. Þetta eru allt upplýsingar sem einhver gætu hugsanlega hagnast á ef hann vissi þær áður en markaðurinn vissi þær. Einmitt. Og í 20. grein B er síðan lagt bann við því að nýta sér svona upplýsingar. Það væntanlega ansi vítt hverja bindur þetta bann. Já, það mjög vítt. Það er bannað að nota þessar upplýsingar til að eiga viðskipti sjálfur, það er að segja leggja inn, afturkalla eða breyta viðskiptafyrirmælum. Það er líka bannað að miðla þeim til annara, nema það sé bara eðlilegur og nauðsynlegur hluti af starfinu þínu. Og það er bannað að ráðleggja öðrum að eiga viðskipti á grundvelli þessara upplýsinga. Og þetta bann, það gildir bara alla sem búa yfir svona upplýsingum, hvort sem það eru starfsmenn, stjórnarmenn, verktakar eða einhverjir aðrir. Undantekningarnar frá þessu eru mjög fáar og mjög þrangar. Þetta bann við innherjasvikum virðist vera mjög umfangsmikið. Hvað þýðir þetta svona í praktík, segjum fyrir samskipti milli framleiðanda og stórs viðskiptavinar, þegar þeir eru kannski að ræða framtíðarþarfir eða mögulega breytingar á rekstri hjá öðrum hvorum, þarf að passa sig þar? Já, þetta er mjög góð spurning og þetta kallar einmitt á gríðarlega mikla aðgát. Þetta þýðir að fyrirtæki verða að koma sér upp mjög skýrum verkferlum. Hvernig er farið með viðkvæman upplýsingar, bæði innan fyrirtækis og í öllum samskiptum út af við. Starfsfólk þarf að fá þjálfum í að þekkja hvað telst vera innherja upplýsingar og hvernig á að meðhandla þær. Það þarf að vera algjörlega skýrt hverjir mega hafa aðgang að hvaða upplýsingum og hvenar er í lagi að miðla þeim og hvenar ekki. Þetta er alveg örugglega stór breyting að bæði menningu og verkferlum fyrir fjölmörg fyrirtæki í geiranum, það er alveg klárt. Svo er það hitt stóra auðtakið markaðsmisnotkun. Það er skilgreint í 20. grein C. Hvað fellur eiginlega undir það? Markaðsmisnotkun, það eru allar aðgerðir sem eru líklegar til að gefa ranga eða villandi mynd af framboði eftirspurn eða verði á þessum heilsölu orkuafurðum.
Það gæti til dæmis verið að reyna að tryggja sér óeðlilegt eða bara tilbúið verð með því að setja inn tiltekin viðskiptafyrirmæli eða bara að nota einhvers konar blekkingar. Og þetta nær líka yfir það að dreifa röngum eða villandi upplýsingum, sem að koma á stað orðrómi sem að veitar ekki sannur en líklegu til að hafa áhrif á verðmyndunin. Og það sem líka athyglisvert í 20. grein D, þar líka bönnuð tilraun til markaðsmisnotkunar. Sem sagt, þótt að takist ekki þá tilraunin sjálf samt refsiverð. Þetta ljómar svolítið eins og reglu sem að þekkir af fjármunamarkaðum, er það ekki? Það alveg rétt, fyrirmyndirinn mjög svipuð, markmið að byggja upp traust og tryggja verðin á markaðinum endurspegli raunverulegt framboð og eftirspurn en ekki einhverja manipulation. En að stóru nýju skylduna sem lögð á fyrirtækin svo í 20. grein H. Það skylda til að birta innherja upplýsingar opinberlega. Hvað felur það nákvæmlega í sér? Já, þessi skylda alveg lykilatriði til að reyna að tryggja jafnræði á markaðinum. Þetta þýðir að markaðsaðilar og það eru framleiðendur, sölufyrirtæki og jafnvel þessi stórnotendur sem við myndust á. Þeir verða að birta opinberlega á skilvirkan hátt og bara mjög tímanlega allar þær innherju upplýsingar sem varða þeirra eigi fyrirtæki eða þeirra eigin aðstöðu sem þeir búa yfir. Hugsunin svo að upplýsingarna komi til allar á markaðinum á nákvæmlega sama tíma til að koma í veg fyrir að einhverju geti misnotað þær af því þeir fengu þær fyrr. Þannig að, býðum við, þessi skylda til að birta innherja upplýsingar, gæti hún jafnvel þýtt að, segjum, stórt álver eða kísilver til að senda út tilkynningum óvænta bílun eða kannski stóra breytinga á framleiðslu sinni, nánast leið og það gerist, ef það gæti haft áhrif á raforkuverð. Komi hjá mjög stóru notanda eða óvænta bílun í búnaði eða meiri háttar viðhald sem hefur áhrif á notkun eða framleiðslu. Ef þessar upplýsingar eru líklegar til að hafa marktæk áhrif á heildsölu markaðsverð á rafmagni, þá ber þeim aðila skylda til að birta þar opinberlega. Það reyndar heimilt að fresta birtingu í algjörum undantekningatilvikum en þá gilda mjög ströng skilyrði. Frestunin má ekki villa fyrir markanum, það þarf að tryggja algjöran trúnaður upplýsingarnar og meðan og það þarf að tilkynna raforkueftirlitinum frestunin og ástæður hennar. Aðlögunin sem þetta kallar á alveg gríðarleg. Fyrirtæki verða að koma sér upp kerfum og ferlum til að meta hvaða upplýsingar eru birtingarskyldar samkvæmt þessu og þau verða að hafa tilbúna leiðir til að birta þeir mjög hratt og örugglega þegar þörf krefur. Þetta krefst pottþétt falvestingar í bæði tækni og þjálfun starfsfólks. Og hver nákvæmlega þurfa svo að fara eftir öllum þessum reglum innherjasvik, markaðsmisnotkun og þessa birtingarskyldu? Þetta bara bundið við framleiðendur og sölufyrirtæki? Nei, alls ekki. Þetta nær mun víðar. Þetta nær til allra markaðsaðila eins og þeir eru skilgreindir í frumvarpinu og það framleiðendur, sölufyrirtæki, það millugöngu aðilar í viðskiptum, það flutningsfyrirtækið, Landsnet og það eru dreifiveiturnar þegar þær eiga í viðskiptum eins og við ræðum og svo líka, og þetta mikilvægt, stórnotendur. Lögin skilgreina stórnotanda sem þann sem lotar meira en 80 gigawattstundir á ári á einum stað. Allir þessir aðilar þurfa að skilja þessar nýju reglur mjög vel og koma sér upp viðeigandi innra eftirliti og verkferlum til að tryggja að þeir fari eftir þeim. Þetta kannski ein allra stærsta breytingin sem það frumvarp hefur för með sér fyrir ansi marga aðila í orkugeiranum. Þetta sannarlega gríðarleg breyting og til þess að allt þetta kerfi virki þá þarf væntanlega að vera öflugt eftirlit og líka skýrslugjöf til eftirlitsaðilans. Algerlega, frumvarpið kveður á tvenns konar skyldur í þessu sambandi. Í fyrsta lagi, þarna í 20. grein G, þá þurfa rekstraraðilar viðskiptavettvangana sjálfra, Elma og Vonaskarð og líka aðri miðligönguaðilar að hafa virk kerfi til að fylgjast með öllum viðskiptum, til að greina og helst koma í veg fyrir markaðssvik. Og þeim ber síðan skylda til að tilkynna raforkueftirlitinu öll viðskipti eða fyrirmæli sem þeim finnst grunnsamleg. Ok. Það annars vegar. Og hins vegar? Já, hins vegar samkvæmt 20. grein þá þurfa markaðsaðilarnir sjálfir, viðskiptavettvangarnir og milligönguaðilar að skila mjög ítarlegum gögnum öll viðskipti og öll viðskiptafyrirmæli í rauninni bara allt innihald allra tilboðabóka til raforkueftirlitsins. Aðlögunin hér náttúrulega augljós, þetta aukin skýrslugjafarburði og það kallar á öflugt kerfi til að safna öllum þessum gögnum og skila þeim á réttu formi. En þetta gerir raforkueftirlitinu kleift að fylgjast mun betur með því sem að gerast á markaðnum heldur en áður.
Og hvað svo ef menn eða fyrirtæki fara ekki eftir þessum reglum? Það er að tala mjög háar sektir í frumvarpinu. Já, viðurlögin eru sko heldur betur hert. Það eru ný ákvæði stjórnvaldssektir í 7. og 8. grein frumvarpsins. Raforkueftirlitið fær heimild til að leggja á, hreint útsagt, mjög háar sektir. Hversu háar erum við að tala um? Sko fyrir einstaklinga þá geta sektir vegna innherjasvika eða markaðsmisnotkun numið alltaf 720 milljónum króna. Vá. Já. Fyrir lögaðila þá geta sömu brot varðað sektum alltaf 15% af heildarásveltu fyrirtækis, sem getur líka verið gríðarlega upphæð. Fyrir önnur brot, eins og segjum að tilkynna ekki grunnsamlega viðskipti eða brjóta þessa birtingarskyldu sem við ræddum, þá eru sektarmarkir aðeins lægri en samt mjög há. Tugir eða jafnvel 100 milljónir fyrir einstaklinga og kannski 1–2% af veltu fyrir fyrirtæki. Það er líka tekið fram að sektin skuli alltaf að lágmarki nema þeim fjárhagslega ávinningi sem hljóst af brotinum. Og mjög mikilvægt, það má beita þessum viðurlögum alveg óháð því hvort brotið var framið af ásetningi eða bara af gágleysi. 720 milljónir fyrir einstakling. Það eru nú ansi háar fjárhæðir. Þetta ætti að hafa verulegan fælingarmátt, ekki satt? Það er óhætt að segja það. Áhrifin af þessi eru alveg skýr. Fjárhagslega áhætta því að brjóta þessar nýju reglur eru bara gríðarleg og aðlögunin sem þetta kallar á er enn og aftur svo að fyrirtæki verða að taka regluvörslu mjög alvarlega. Þau verða fjárfesta innri eftirliti í þjálfun starfsfólks í skýrum verkferlum, allt til að lágmarka líkurnar á broti í sér stað. Þetta er ekki lengur eitthvað sem að getur tekið léttilega. Allt í lagi. Svo er það ein breyting enn sem við ættum kannski að nefna, hækkun og eftirlitsgjöldum til raforkueftirlitsins. Já, það er rétt. Í 9. grein frumvarpsins er lögð til 20% hækkun á því gjaldi sem Landsnet og dreifiveiturnar greiða til raforkueftirlitsins. Ástæðan sem er gefin fyrir þessu í greinagerðinni er einfallega svo að það þurfi að fjármagna þetta aukna og flóknara eftirlitslutverk sem raforkueftirlitið fær með öllum þessum nýju reglum. Það er talað að kostnaðaraukin sé áætlaður svona 44–50 milljónir króna á ári og áhrifin af þessu eru náttúrulega aukin rekstrakostnaðir fyrir Landsnet og dreifiveiturnar sem svo gæti hugsanlega skila sér áfram út í verðlagið í hærri gjaldskrám til notenda á endanum. Það er aldrei alveg víst en það er möguleiki. Ok, reynum þó að draga þetta eins saman. Ef við horfum á heildarmyndina, hver eru svona helstu stóru áhrifin á þessu frumvarpi? Og hvaða svona megin þemur í aðlögum þurfa fyrirtæki í orkukeiranum að gangi gegnum? Já, við skulum reyna að draga þetta saman svona út frá sjónarhóli mismunandi aðila á markaðunum. Fyrir þá sem reka viðskiptavettvangana sjálfa, eins og Elmu og Vonaskað, fyrir þá þýðir þetta klárlega hærri rekstrastalla, mun strangari leyfiskröfur, þörf fyrir ný kerfi fyrir markaðvöktun og skýrslugjöf og já, óhjákvæmilega aukin kostnað vegna regluvörslu. Og þau þurfa að endurnýja leyfin sín fyrir haustið 2026. Og fyrir allar hina? Fyrir alla aðra markaðsaðila, það er því að framleiðendur, sölufyrirtæki, milligönguaðila og þessa stórnotendur yfir 80 gigawattstundum á ári. Fyrir þá er stóra breytingin þessar nýju og mjög umfangsmiklu skyldur, varðandi meðhöndlun og birtingu innherjaupplýsinga og svo þetta algjöra bann við markaðsmisnotkun. Þetta krefst bara mikillrar innri þjálfunar, það þarf að búa til nýjar verklagsreglur, koma á fót öflugum regluvörslukerfum og jafnvel fjárfesta í nýjum upplýsingakerfum til að halda utan þetta allt. Og svo bætist við óbein kostnaðarauki vegna hærri eftirlitsgjalda sem lenda á kerfinu. Og aftur, sérstaklega þurfa þessi stórnotendur að átta sig á sínum nýju skildum varðandi það að birta upplýsingar eiginrekstur sem gætu haft áhrif á markaðinn. Og hvað með Landsnet? Kerfistjóran? Já, fyrir kerfistjóran, Landsnet. Landsnet heldur sínum grunnskýtum varðandi kerfistjórn og rekstur flutningskerfisins, en núna er fyrirtækið alveg skýrt skilgreint sem markaðasaðili þegar það á viðskipti, til dæmis vegna tapa á kerfinu og þá lítur það bara sömu reglum markaðshegðun og allir aðrir. Og svo greiðir Landsnet líka þetta hærra eftirlitsgjald. Og svona heilt yfir, fyrir markaðinn? Fyrir markaðinn, í heild sinni. Þetta er tímælalaust stórt skref í átt að mun skipulegri og gagnsærri heildsölumarkaði, en hann verður líka mun flóknari og íþyngdari fyrir alla sem taka þátt. Hann líkist meira afrókskum fyrirmyndum,
Markmið eru auðvitað aukið traust og aukin skilvirkni í verðmyndun, en því fylgir bara óhjákvæmilega aukin kostnaður og aukið flækistig vegna allra þessara regluvörslu sem þarf að koma á fót. Já, þetta er mjög skýrt. Þessari nýju löggjöf sem sér ætlað að skapa traustari og gagnsæri heildsölumarkað með raforku. Og það er gert með því að innleiða mun strangari reglur og eflaheftirlitið vörulega, en eins og þú bendir réttilega á, þá kallar þetta á vörulega aðlögun og líklega talsverða fjárfestingu hjá bara öllu fyrirtækjum í þessum kera. Nákvæmlega. Og kannski svona alveg í lokin þá langar mér að koma með eina svona pælingu til að hafa í huga. Hún tengir svolítið því sem við rætum alveg upphafi þessa einangrun Íslands og svo þessa evrópsku fyrirmynd sem reglurnar sækja í. Sko, þessa nýju, mjög ítarlegu reglur, þær eru stórum hluta byggðar á regluverki sem var hannað fyrir stóra samtengda evrópska markaði, þar sem markmiðið er að tryggja samræmi og trást yfir landamæli, þar sem rafmagn flæðir á milli landa, en í ljósi þess að íslenski markaðin er og verður örugglega áfram fyrirsjáanlega alveg einangraður, við erum ekki með neina samtengingu við umheiminn, hvaða áhrif gæti þessi faktiska einangrun haft á raunverulega virkni og kannski dýpt markaðarins, jafnvel þótt við séum komið með allt þetta fína og flókna regluverk. Munum við nokkur tíma ná þeim seljanleika eða liquidity eins og heitir ænsku og þeirri skilvirkni í verðmyndun sem stefnt er að, þeirri möguleikin á viðskiptum við aðra markaði til að jafna út sveiflur og auka umsvif bara alls ekki til staðar. Það verður allavega mjög forvitnilegt að fylgjast með því hvernig þessi háþróaði markaðir á eftir að þróast í sinni raunverulegu einangrun.